Komið sæl og blessuð í vindinum. Næsti gestur okkar hér í Hvítum Máfum, hann hefur margt gert dagana. Hann var frægur íþróttamaður, hann hundarsleðamaður og hann uppstoppari. Þannig að hann getur kannski tekið á Hvítum Máfum fyrir okkur. Haraldur Ólafsson heitir hann og við ætlum að hitta hann hérna inn í eftir augnablik. Sælir drengir. Allt tilbúið náttúrulega? Já, það koma. Það ekki? Bara kveikja á kertum og hafa þetta hugulegt. Það er mest að fara í það. Kveikja á ljósinu? Já, svona. Já, hérna þetta. Við ekki hafa kerti. Já, þetta er þetta. Já, þarna. Þarna. Þetta er hljómandi. Jæja, þá erum við sestir. Haraldur Ólafsson, uppstoppari, lyftingamaður, íþróttamaður, sleða, hunda, ekill og uppstoppari. Velkomin. Já, þakka þér fyrir. Hvað á ég að nota á þig? Það er ýmislegt sem við höfum tekið fyrir hendur. Hvað á ég að nota á þig? Svona gegnum árin, já, það er ýmislegt búið að ske. Fyrir hvað ertu kannski þekktastur? Ég hugsa að ég sé nú kannski, ef maður getur orðað þetta þannig, þekktastur fyrir að vera uppstoppari eða hamskeri. Ég hugsa það nú kannski lyftingamaður, ég veit það ekki. Ég var að leita þér í símaskránni og þar ertu uppstoppari. Já, það passar. En hamskeri? Hamskeri er nú svona kannski fínn orð yfir þetta starf. Eru uppstoppara? Já, en ég hef nú alltaf notað í raun og veru uppstoppari, mér finnst það svona að vera skemmtilegra. Já, það er kannski það sem að svona almenningur veiti að þekkir best. Já, en ég hef reyndar kallað mig svona á titildögum hamskurðar listamaður, sem ég finnst vera ansi skemmtilegt orð reyndar. Lítið hógvært orð. Það er mjög hógvært. Já, sko málið er að þetta náttúrulega það sem þú ert að gera og það sem hefur séð frá þér, það má alveg segja þetta er list. Já, algjörlega sko, því að þetta er náttúrulega sérstaklega fiskarnir eru náttúrulega, þetta er listræn vinna. Það er ekki spurning og er ekkert minni list heldur en hvað annað. Nei. En, viltu stoppa upp fyrir mig örn? Nei, helst ekki og alls ekki. Nú, af hverju? Þeir eru friðaðir og eru ansi mikið friðaðir. Ef ég hef fundið örn einhvers staðar dauðan, hvað ger ég þá? Sko þá náttúrulega verður að snúa það til Náttúruhagstofnunar. Og hún, svo sem held ég hreinlega taki bara fuglinn af þér og kemur honum í rannsóknir. Hvernig hann drafst, var hann skotinn eða drafst hann úr eitri eða flaug á eitthvað. Og oftar en ekki, ég held að sé mjög erfitt að eiga við það að fá uppstoppaðan haförn. Þetta er svona píldið heilagt. Já, það virðist vera. Já, það er það og menn virða það. Hefurðu fengið svo vísi í hendurnar eða beðið að gera það? Nei, og ég hef aldrei séð dauðan haförn. Nei. Aldrei nokkuð tíma. En fálka, við höfum töluvert af fálka. Já, fálkin er náttúrulega það meira af fálkanum og hann er ekki alveg heilagur en ég held að menn hafi alveg virt þetta að þetta eru friðaðir fuglar sem hafa verið og eru í útrýmingarhættu að vissu leyti, sérstaklega haförninn og fálkinn reyndar líka og þetta eru friðaðir fuglar og menn hafa virt þetta mjög vel, myndi ég segja. Eru fleiri fuglar í þessu hópi? Já, svo náttúrulega það eru uglur og það eru smyrlar og það eru nokkuð margar tegundir sem eru friðaðar og má ekki stoppa upp. Nei. Nema með sérstöku leyfi. Já. Og það hefur nú reyndar verið mjög erfitt að fá þessi leyfi, veit ég. Já. En hvernig sem það kemur til með að þróast veit ég ekki en haförninn alveg vonlaust. Gleymdu því, gestur, gleymdu því sko. Já, nei, ég hef heldur ekki pláss fyrir það. Það eru gaman að eiga haförn svona í flugstöðu. Já. Ég ætla að stoppa upp haförning. Já, hvernig ætlar að fara því? Ég ætla bara að kaupa skinnið frá Danmörku, þar sem þetta er ræktað í búrum. þar sem menn eru að höndla lifandi fugla fram og tilbaka í Evrópu. Er hægt að gera það? Getur þú keypt þar haförn til dæmis? Já. Fálka og smyrla og þess háttar? Já. Og það er löglegt? Það er algjörlega löglegt og þetta hef ég gert reyndar. Já.
og ég hef keypt fálkaskinn og snæugluskinn. Hvaðan þá? Danmörku? Danmörku, alltaf frá sama aðila. Hann sá eini sem með leyfi fyrir þessu, einn af fáum í Danmörku og reyndar einn af örfáum í Skandinavíu. Og þetta í raun og veru bara smá saman að deyja út þetta söfnunarleyfi sem hann hefur. Já. Men þessi söfnunarleyfi eru ekki endurnýjuð. Og þetta deyr bara með þessu manni. Já, sonurinn færi eða dóttirinn færi ekki að taka við henni svoleiðis. Nei, þetta bara deyr út með mannin. Já. Og ég hef heimsótt hann í tvígang og hann með einhverja 30-40 tegundur á fæti. Mjög gaman að skoða þetta reyndar. Já. Virkilega gaman. En það kannski synd að þurfa að drepa þetta? Já, svo náttúrulega drefst eitthvað. Já. Bara, náttúrulegu. Já. Og svo náttúrulega verið að rækta og það verið að grisja og allavega fer þetta einhvern veginn þannig að þetta drefst hjá honum. Áður en þú byrjar í hamskurði eða uppstoppun, hvað gerðir þú áður? Þá var ég menntaður tækniteiknari. Já. Starfaði sem slíkur í 10 ár hjá Póst og síma. Jáhá. Sælla minningar. Sælla minningar. Já. Þá var það Póstur og sími. Þá var það Póstur og sími. En hvernig kemur þá þetta inn? Sko þetta kemur nú inn, það nú saga að segja frá því. Ég sem sagt í lyftingunum gamla dag og var reyndar svo lánsamur á sínum tíma þegar ég var smá strákur, unglingur eða smá strákur að ég var svo lánsamur í lífunu að kynnast íþróttum. Og í raun og veru hef ég alltaf sagt það að íþróttina hafa í raun og veru stýrt mér inn á mjög svo skynsama brautir. Já. Fyrir svona táknmikinn ungling og með létta, örugglega ofvirkur á sínum tíma. Hefur verið greindur ofvirkur? Örugglega Og sem betur fer, þá fer ég þessa braut. Í íþróttir? Í íþróttir. Já. Og fyrir lyftingarnar. Og síðan hætti ég lyftingun. Ég var að æfa lyftingar 2 á dag í 10 ár. Það var æft í hádeginu og það var æft á kvöldin. 5 daga vikunnar. Já. Og þetta var bara atvinnumennska, nánast. Já. Síðan hætti ég þessu. Bing bang. Varstu þá bara búin að fá nóg eða? Já, bæði og. Og varstu komin þá í eitthvað? Varstu komin þá í fuglana eða dýrin? Nei. Ég það var Norðurlandamótinu 1990 sem ég sá og keppti reyndar á þessu móti og var bara orðinn líkamlega og andlega mjög þreyttur og var komin fjölskyldu þá þessum tíma og ég bara sprakk. Ég bara fekk nóg og hætti. Bara búið? Bara búinn á þessu. Og allt í einu bara kominn einhver tími hjá mér sem ég vissi ekkert hvað ég átti að gera við. Hvað þá fyrir mann eins og því, svona orkubolta? Já. Hvað gerðir þá? Ég hellti mér í veiðar. Algjörlega. Já, og veitir allt eða skotveiði og stangveiði? Já, nei ekki stangveiði, ég fór í skotveiðina. Já. Og þar svona fór ég að stúdera fugla og þetta var svo sem var alltaf eitthvað sem lá svona í dvala hjá mér, myndi ég segja. Ég hafði alltaf gríðarlega áhuga á fuglum, á dýrum, hundum. Já. Það gaf mann umgangst að líða vel þegar ég með dýr í kringum mig. Já. Og síðan kynntist ég manni hérna á Akureyri, kollega mínum, Sigurði Guðmundssoni, og hann svona kom mér á stað í fuglunum. Og svo, nota bene, áttaði ég mig á því að það var hægt að keppa í þessum ósköpum. Þá var þetta búið. Þá er bara komið keppni aftur? Já, þá var bara komið keppni. Ertu svona mikil keppnismadur? Keppir því öllu sem þú gerir? Já, ég mikil keppnismadur og ég þarf alltaf að hafa eitthvað til þess að stefna. Ég hef alltaf sett mér takmörk. Eitthvað takmark. Gera eitthvað, ná einhverju, og fara eitthvað, helst að keppa. Og þetta hef ég alltaf gert. Og stundum hef ég náð þessum takmörkum mínum, stundum ekki. En mitt motto að setja sér takmark í lífinu, að komast eins nálægt eins og við mögulega getur. Þú þarft ekki að ná þessum takmörkum. Nei, en hvaða takmörk voru þetta? Þetta setti ég mjög fljótlega.
að vera Norðurlandameistari unglinga í lyftingum. Þú gerði það? Já, ég gerði það mjög fljótlega. Já. Og ég hef sett mér, ég veit heller ekki út af hverju ég gerir þetta, þetta er til að ögra mér eða eitthvað og ég sett mér takmörk strax í uppstoppuninni. Að? Það er ekki komið, ég er ekki búinn á því. Heimsmeistari? Nei, já, nákvæmlega. Heimsmeistari í uppstoppun fugla, eða dýra? Já, ég sett mér takmörk fyrir 2000 þegar ég var alla byrjaðar að stoppa upp. Já. Og nú svo í hundunum þegar við komum að því kannski eftir. Já, en sko, höldum okkur þá, já, við bara hleypum svona. Já, við bara fram og tilbaka. En þá eins og með sko uppstoppunina, fyrsta dýrið sem þú tekur, hvað er það fyrsta sem þú færði í hendurnar? Ég held að það veri bara, það var einhver fugl. Hvort það var Dúfa? Nei, ég man ekki hvort það var hreinlega rjúpa, frekar en málur. Já. Og var það einhver með þér sem að kendi þér og Já, maður svona byrjaði að fikta sjálfur og reyna að gera eitthvað og svo, eins og segi, Sigurður kom þarna inn og svona hjálpaði mig með fyrstu skrefin. Já. Og svo fór ég bara svona fullt í þetta og síðan koma fiskarnir inn. En segjum sér svo að það er rjúpa. Þú fær rjúpu, hún er bara eins og rjúpa við veitum hvernig hún er, hvít og falleg. Hún þarf að vera hrein, það má ekki vera blóð. Nei. Reytirðu það úr henni þá eða hvað gerirðu? Nei, það er þetta þvoða úr henni. Já. Og hamirnir eru þveiknir yfir. Síðan hvað? Opnarðu svo bara fuglinn? Svo opnaði ég bara fuglinn. Og tekur haminn af? Og já, tek bara kjötinn úr. Og svo opnaði ég inn í hausinn og lappir og vangi og svo framvegis. Og þú fláirðu hausinn alveg líka? Já, alveg fram á gogg. Og lappirnar alveg fram yfir í loðnu fram á tær? Já, nánast. Já. Nánast. Já. Og svo er bara kunstinn að byggja inn í þetta og kunstinn er náttúrulega að hafa bildi auga fyrir uppsetningu. Já. Og það er það sem maður reynir alltaf að gera þegar maður er að keppa í þessu, að reyna að búa til einhverja sögu kringum hluti, þó maður sé að keppa bara með fisk. Já, bara með fisk, maður sér það náttúrulega á þessum myndum sem við erum að sjá hérna. Hérna er til dæmis sko bæklingur sem að hérna tilheyrir þér. Jú. Og er þetta þá í sambandi við einhverja keppni í útlöndum? Já, meðal annars og verkefni reyndar. Og hvað kallar þú verkefni? Er það sem að fólk kemur til þín með bara? Já, þetta eru, ég held þetta sélega bara nánast allt verkefni sem ég hef verið að vinna fyrir fólk. Já. Nei, ég á nú reyndar fugla þarna sjálfur og... Hérna er þetta? Þessi hérna? Já, þarna er þetta, já. Þetta er náttúrulega ótrúleg mynd. Já. Ég man ekki hvað þetta skinn kostaði á þessum tíma og vesin að fá þetta fálkaskinn inn í landið hérna gegnum Náttúrufræðistofnun, Umhverfisstofnun á sínum tíma. Það var heljaris pappir að vinna í kringu það. Og þessar snæjöklur eins og með það þarfst að kaupa einn líka? Það kaup ég einn líka. Herraður, hvaðan ertu? Ég er nú bara akureyringur, ég er bara þorpari. Akureyringur og þorpari? Já. Hvernig var að vera þorpari og strákur á þessum tímum? Þú var nú ekki, þú nú tiltölulega ungu maður. Já, svona frekar. Já. Það sleppur til alveg. Hérna, aldist upp í Höfðaliðinni. Já. Og hérna, mann raun og veru kannski, fyrst eftir mig þar. Stór fjölskylda? Já, við vorum 4 krakkarnir, 4 börn. Og tiltölulega, það þykir stórt í dag. Já. Það þótti nú ekki sérstaklega stórt þá. Nei, kannski ekki. En 4 börn í dag þykir nokkuð góð fjölskylda. Hvað átt þú að börnum sjálfur í dag? Ég á 2. Þú átt 2? Þú ert hálfdrættingur? Já, og 2 afabörn. Svo þetta er alltaf að koma. Og 2 hunda? Og 2 hunda. Er það ekki? Jú. Áttu fleiri dýr? Nei, við áttum 2 ketti. Já. En þeir eru farnir báðir. Hver er kona þín? Erna heitir hún, Arnardóttir. Og hvað gerir hún? Er hárgreiðslukona og hérna hárgreiðslumeistari. Fínt að eiga hárgreiðslumeistara til að laga fjaðrir og svona? Já, ekki spurning. Vinnur hún með þér? Við erum saman í kjallaranum heima í Tungusíðunni. Já, er það? Já. Það er stutt á milli okkar. Já, en þú vinnur samt einn, oftast? Já. Ég er náttúrulega í lokuðu rými, þannig séð. Er vond lykt í kringum þetta? Já, ég þarf náttúrulega að vera með loftræstingu og ég er að vinna með ýmis efni sem eru svo sem ekkert voðalega spennandi. Nei. Ég er með gríðarlega sterka loftræstingu. Nú svo er ég náttúrulega með lítinn skúr sem ég vinn svona helstu drulluvinnuna í. Já, þegar þú varst lítill, hvað sagðir við sjálfa þig? Hvað ætlaði ég að verða þegar ég var stór? Það var nú svo skrítið, sko. Jú, ég ætlaði að vera íþróttamaður. Þú ætlaði að vera það? Já. Hvað gerði pabbi þinn? Hann var trésmiður. Hann var smiður? Húsasmiður. Já. Langaði ekkert í svoleiðis? Nei, ég var ferlega eitthvað skrítið hvað þetta varðar langt fram á unglingsárin.
Mér langaði aldrei til þess að verða eitthvað sérstakt, nema mér langaði til að vera íþróttamaður og stemdi á það. Alveg bara frá því ég man fyrst eftir mig, frá því ég bara kynntist íþróttum í fyrsta skipti, þá var þetta bara klárt. En vildir þá ekki verða atvinnumaður í fótbolta eða einhverju þess áttar? Ég byrjaði í fótbolta, þá var ég svo ungur, tiltölulega ungur og naut mín þar mjög. Þröstur Guðjónsson þjálfaði mig í Þór. En svo kynntist ég lyftingastöngina og hún heillaði mig algjörlega, 13-14 ára. Og það var sem heillaði mig kannski mest í, þetta einstaklingssport og verður að treysta sjálfum að þú getur ekki kennt neinum öðrum nema þér sjálfum. Og þú raun og veru, maður rís og fellur með sínum afrekum. Nú ef manni gengur vel þá eru allir ánægðir og maður sjálfur. En nú ef það gengur alveg hræðilega illa þá náttúrulega alveg hræðilega leiðilegt og maður getur bara kennt sjálfur sér það. Komstu þá aldrei heim til mömmu og lést hana hugga þig? Jú, eflaust hef ég gert það einhvern tímann. Hún stóð alltaf bak við mig og studdi í þessu. Á þessum tíma þá var ekkert gefið að byrja í lyftingum. Lyftingar á þeim tíma þetta var óskaplega skemmtilegur tími. Þetta var að byrja á Íslandi, þetta byrjaði einhvers staðar í kringum 70 sennilega, svona ólympískar lyftingar, get ég best trúað, og ofsalega skemmtilegur tími. Og þetta voru hetjur og þetta voru miklu íþróttagarpar. Já, sterkir. Sterkir og þetta var svona, öll umgjörðin og fólk talaði með virðingu þetta sport, hvað þetta voru miklir jaxlar. Já, miklir víkingar. Miklir víkingar og þetta bara raun og veru, þetta heillaði mig algjörlega, þetta sport. Og það var eiginlega bara ekkert aftur snúið. Nei. Og það, á þessum tíma, þá var bara sagt við mig, ef þú ætlar að æfa lyftingar, þá verður þú bara komin í hjólastöð tvítugt. Þekkingi var ekki meiri en það. Já. Fólk hélt að við myndum bara eyðileggja okkur af þessu. Eyðileggja liðamót og allt þetta. Bara liðamót og vöðu og hættum að stækka og allt í rugli. Og á styrum. Já, og svo ef það væri nú tilfellið, Já. Svo að þetta voru svona, þú veist, þetta var, kontrastarnir voru miklir, Já, menn svo sem öfbuðust ekkert upp á lyftingamenn? Ekkert frekar. Nei. Ég að vísu náttúrulega var alltaf svo grannur og léttur og vöðvarýrað. Það var ekki nokkur hemja. Samt varstu svona sterkur? Samt náði ég mjög góðum árangur í lyftingum. Já, náðir þau? Við erum hérna með Norðurlandamet. Já, ég meina fyrsta Akureyringur til að bera Norðurlandatitil heim í hús. Já. Hingað til Akureyrar. Og fullt af titlum. Já. Og ég veit það ekki, það þarf svo sem engan vöðvamassa til að lyfta lóðum, það er fyrst og fremst tækni. Já. Ég kom náttúrulega með fína grunn úr fimleikunum. Já. Varstu í fimleikunum líka? Já. Já, þú hefur örugglega verið ofvirkur. Svona aðeins. Ég hef nú oft verið að gera grín að því heima þegar verið að tala um þessu ofvirku börn, að eitthvað hefur nú verið að í gamla daga hjá manni, þá byrjaði maður í sundi í skólanum, skólasundi, og svo fór maður í leikfimi, síðan fór ég á fimleikaæfingu og síðan á lyftingaæfingu og svo endaði ég þrek í fótbolta á kvöldin. Svakalega sofnaði maður sáttur á kvöldin eftir þetta, þegar maður komið heim í rúm. Þetta er náttúrulega það var steinlág, En hvernig til dæmis sem börnin þín og þegar þú kynnist þeirra vinum og öðru slíku, þetta hefur náttúrulega breyst gríðarlega á þessum tíma. Já. Þú sér nú ekki eins og segja ekki fleiri ár en þetta. Þetta hefur breyst alveg ofsalega mikið. Hvers kyns eru börnin? Er þetta stelpa eða strákur? Jú, það er ein stelpa, eldri, fasta 30. Já. Og strákurinn minn 25 ára núna. Hafa þau sýnt þessu áhuga sem að þú ert að gera? Ekki get ég nú kannski sagt það beint, en jú, svona, ég held að þau hafi nú verið svona bara þokkalega stolt af gamla, svona í gegnum árin. Fyrir það sem hann hefur gert? Já, ég vona það alltaf. Og náð í keppnum? Já, ég þó að íþróttaferillinn hafi svo sem ekkert verið neitt gríðalegur á heimsmæli kvarða, því að þetta var svo erfitt þarna í gamla daga að ná árangur á heimsmæli kvarða í ólympísku lyftingum með alla Austurtjörnsblokkina eins og hún var. Atvinnublokkina. Það voru bara atvinnumenn og með allan pakkan í kringum sig og þjálfur á lækna og
og sálfræðinga og allt heimið sko. En þið voru bara... Við vorum bara einir hérna upp í Lundarskóla. Svo, En samt árangur gríðarlega góður. Fínn árangur á semst Norðurlanda mælikvarða. Já. Og á úlinga, við vorum mjög duglegir sem úlingar. Við vorum bara mjög framalega sem úlingar. Það bara breytist svo mikið leið og við förum á fullorðinsárin. Bara strax bara á fyrsta ári eftir úlingaflokk þá bara allt annað dæmi í gangi. Þá erum við að keppa við kannski 30 menn sem búin að þjálfa í 20 ár. Og tala ekki austantelsblokkinu sem hún lagði sig. Sem var náttúrulega bara valla hægt að keppa við. En aftur að dýrónum, úr liftingunum, að dýrónum, sko, þú hefur náttúrulega eflaust stoppað upp alls konar dýr sem kannski svolítið sérstök. Hvað það merkilegasta sem þú hefur gert? Hvað það minnsta sem þú hefur stoppað upp? Alltaf ég reyndi við mús einhvern tíma. Það gekk alveg skelfilega illa. Er það? Já. En hvernig með fólk á páfagauk sem það séð eftir? Jú, svo páfagauk á þetta dót, sko. Ég hef aldrei tekið gæludýr. Ég vil það ekki. Nei, ketti og hunda og þess að það. Nei, það svolítið skrítið. Það bara, já, það eiginlega tóm vitleysa, standið því. En litlir fuglar, nærðu því? Já, ég hef verið að taka mjög litla fugla. Glókolla til dæmis, sem eru pínu litli flækingar. Já, þeir eru fallegir. Þeir eru mjög fallegir og nú síðan, já, okkar fugla hérna, músarindilinn, snjótillinga. En ég er ekki mikið í fuglum, ég er reyndar sára lítið í fuglum. Ertu mest í fiskum? Já. Ég hef algjörlega einbeitt mér að fiskum. Þú stoppaðir upp stóru lúðuna? Lúðuna, ekki minnast á þau ósköp. Hvað var hún þung? Hún var 219 kíló. 219 kíló? Já, þetta var tóm vitleysa. Já. En gaman eftir á. Já. Ég brunaði til Reykjavíkur og gerði að þessu á bryggjunni þarna í borginni og steypti haus og annað og dreif svo með heim og setti þetta síðan saman. Ég haf 3 daga held ég að verka skinnið. Maður er yfir 3 klukkutíma að verka svona laxaskinn. Já. Og þetta var alveg skelfilegt sko. Hvað er þetta að gera núna? Núna er ég reyndar núna að vinna ponsu fyrir sjálfan mig. Ég er að gera keppnisfiska. Já. Og hef verið að gera það síðastliðin 2 ár sko. Að taka einn og einn keppnisfisk og vinna og eiga svona til ef ég skildi nú bregða mér á mót. Já, ef þú skildir bregða þig til útlanda. Já. Og það fyrir rosalega tími í það. Ég er nú reyndar með einn kláran keppnisfisk heima og er að vinna annan. Máttu sýna mér hann? Já, við getum séð hann. Ef við ekki að fara á eftir og skoða þetta? Jú, ekkert mál. Og stefnan tekin á heimsmeistaramóti í Salzburg 2016. 2016? Já. Er það þá fiskar eða? Nei, það er allt. Það er allt? Já. Það mætti koma gíra fyrir þess vegna? Allt, já. Allt frá eðlum, eituslöngum og síðan eru afsteypur til dæmis. En þú, sko, málið það, manni sýnist það á allu, eins og í þessum bæklingi hérna, að þú ert að gera alveg gríðarlega fallega hluti og þú ert að vinna til velrauna, þannig þú hlýtur að, eins og maður segir, vera rétti leið sem keppnismaður. Já, ég held það og vona það og ég er með sem betur fer í þessari grein, sem sagt, fiskunum, þá er ég með svona létta fullkominur áráttu og sem er mikilvæg. Þú ert nú með hana almennt? Já, ekki slæmur en svona, ég meina, ég er ekkert að þrífa bílinn minn alveg í topp sko á hverjum degi. Nei, en ég er hann ekki sæmilegur hjá þér samt? Jú, en ég hef stýrt þessu held ég í réttan farveg. Já. Nú skulum við ljúka þessu. Ég ætla við ætlum að fara á Vestæðið og skoða. Já. En ég ætla aðeins að athuga hvort þessi ekki nokkur möguleiki kemur vel út. Já, gott mál. Eiga eina mynd af þér. Þakka þér fyrir hér. Já, sömuleiðis, takk fyrir mig, það var bara gaman að þessu. Já, og við skulum hérna fara og skoða. Já. Hann heitir Nanook, ég held að sem kallaði Nanni. Þetta er annar hundurinn sem Haraldur uppstoppar hjá. Við erum komin hérna á Vestæðið sem er að hluta til, jú. Haraldur, það er ofsalega gaman að koma hérna. Takk fyrir það. Er ekkert sko
ekkert viðkvæmt að fást við roðið og allt þetta? Sko, það er rosalega misjafnt. Roðið á legnu fiskunum sem ég er að fá er alveg ótrúlega sterkt. Þetta er nánast eins og bara leður. Þú rífur þetta nánast með höndunum. Já. Það eru legnufiskarnir. En síðan er ég að fá kannski fiskar sem eru nýkomnir upp í ána og eru nýgengnir og þá er roðið miklu leðilegra. Og svo náttúrulega litlum björtum fiskum eins og við höfum hérna á veggnum, sko. Þá ég reif þetta skinn til dæmis, eða þetta roð. Ég tala alltaf skinn, sko. Já, það er allt í lagi. Ég meina að mér finnst það eðlilegt. Þetta er skinnfisksins. Já. Er þetta uglan sem þú sagði mér frá, sem þú keyptir utanlands frá? Já, það passar. Hvað heitir hún? Þetta er úfur. Úfur. Og er ein stærsta uglutegund í Evrópu. Þetta er alveg magnað. Þetta er fallegu fugl. Það er mörg ár sem ég tók þennan inn. Já. Og langaði alltaf til að eigna svona fugl þegar ég sá þetta uppstoppa á uppstoppunarverkstæði erlendis. Hérna ertu með svo alls konar viðurkenningar fyrir það sem það hefur gert. Já. Þetta er svona afrakstur, ég byrjaði að keppa 2000. Fyrsta Evrópumeistaramótinu mínu þar. Já. Svo fór ég heimsmeistaramót og ég náttúrulega fyrstu 2 mótin fekk ég bara spark í rassinn. Bara drífðu þig heim og reynda að gera þetta betur. Nei, er það? Jú. Það er ekkert elsku mamma í þessu. Nei. En svo náttúrulega frá þessu smáa, fíngerða handavinnunni sem þú ert að fást við í dýrunum, þá er þetta hérna. Þá eru það hundarnir. Þá er þetta lifandi dýri sem að hér liggur alveg í makkindum sínum. Hekti minn, allar ekkert að tala. Og þarf svo sannarlega. Ágætt að tala við okkur. Það þarf svo sannarlega á hreyfingu að halda þér ekki. Jú. Þeir eru hreyður vel þessir gauðir að keppa og þeir hafa unnið mót og ýmislegt, sko. Og þá draga þeir hundarsleða. Já. Þá draga þeir sleða. Hvaðan færðu svoleiðis sleða? Heyrðu, það var nú bara smiður hér í bæ sem smíðaði svona sleða fyrir mig. Trausti Adamsson nokkur, bátasmiður gamall. Sem er segur handverksmaður eins og þú. Já, heldur betur, sko. Já. Ef ég fæ stóran fisk í sumar? Já. Eða fallegan? Já. Það er nú svolítið misjafnt hvað er fallegt í fiski. Jú. Á ég þá að koma með það? Já, þú getur gert það. Og þú gerir hann að kermisfiski? Já, ég lofa því ekki. Það verður að vera alveg spes fiskur til þess. Ég er reyna að velja mjög vel, sko. Við ljúkum þessu núna, svona. Ekki spurning. Það var gaman að þessu. Og ég veiði fiskinn. Þú veiði fiskinn. Takk fyrir. Og gangi ég vel á mótinu. Já, þakka þér fyrir. Takk fyrir komuna. Nanook. Ætlar þú ekkert að vera hress?